Góðan daginn gott fólk og við erum velkomin á þennan 53. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn í Þingey á Laugum. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Hér eru mættir í dag Gerður Sigfúsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Ulla Árdal í fjarveru Jónu Bjargar Þorvaldsdóttur, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir sveitarstjóri og Margrét Hólm Valsdóttir eru starfsmenn fundarins sem Margrét Rauðka fundarstjóri. Áður en við göngum til dagskrár þá verður óskað eftir því að eftirfarandi mál verður tekin fyrir með afbrigðum og þau eru sem 12. liður við skipun í ungmennaráð og þeir sem geta samþykkt það gefur merki með fyrir eftir þeim. Það er samþykkt samhljóða sem liður nr. 14 beiðni umsögn vegna flugeldasýningar og áramótabrennu frá björgunarsveitinni Stefáni í Mývatnssveit. Og þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða sem liður 19 fundargerð íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar frá 10. desember síðastliðnum og þeir sem geta samþykkt það er samþykkt samhljóða sem 20. liður fundargerð skipulagsnefndar frá 11. desember síðastliðnum og þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og í síðasta lagi sem 13. liður stefnumótun Þingeyjarsveitar fyrir árin 2024 til 2030 og þeir sem geta samþykkt það eru tekið fyrir sem 13. liður gefur merki það og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur að geta vandunáði og við göngum til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður er fjárhagsáætlun 2025 og árin 3 þar á eftir. Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2025 og 3 ára áætlun fyrir árin 2026 til 2028 er lögð fram til síðari umræðu. Fjárhagsáætlun er sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekið reikning fyrir A- og B-hluta. Samhliða fjárhagsáætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára fjárhagsáætlun eins og áður sagði. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn þann 28. nóvember síðastliðinn. Það er eitthvað örugglega. Við gerum hérna smá hlé, það er eitthvað ólag á hljóðinu.
Herðu, þá höldum við áfram þar sem frá var horfið og byrja aftur bara á fyrsta dagskrálið sem fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar. Og fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2025 og 3 ára áætlun fyrir árin 2026 til 2028 lögð fram til síðari umræðu. Fjárhagsáætlunin sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 fyrir A-hluta og samantekið reikning fyrir A- og B-hluta. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn þann 28. nóvember síðastliðinn. Í A-hluta aðalsjóður auk áhaldahús og eignasjóðs. Í B-hluta veitustofnanir sveitarfélagsins, leiguíbúðir, atvinnuefling Þingeyjarsveitar ásamt dvalarheimili aldraðra sem kemur inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Framlögð áætlun byggir á eftirfarandi meginforsendum sem samþykktar voru á fundi sveitarstjórnar 24. október síðastliðinn með breytingu á fundi sveitarstjórnar þann 28. nóvember síðastliðinn. Útsvarsprósenta óbreytt á milli ára eða 14,97% og hækkun útsvarstekna áætluð tæplega 13%. Álagningarhlutföll fasteignaskatta, lóðarleigu, vatns- og fráveitugjalda óbreytt á milli ára ásamt reglum tekjuviðmið vegna afsláttar. Almennar gjaldskrár hækka 4% en gjaldskrár sem snúa að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum hækka minna eða 2,5%. Frístundastyrkur hækkar úr 30.000 krónum í 50.000 krónur. Sorpbirgðagjöld hækka 7,2% þar sem sveitarfélögum skylt að innheimta gjald sem stendur undir raunkostnaði við málaflokkinn samkvæmt annarri málsgrein 23. greinar laga nr. 55/2003. Nokkur óvissa launakostnað ársins þar sem enn ósamið við nokkur stéttarfélög en í launaáætlun sveitarfélagsins stuðst við minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga. Í fjárhagsáætlun vegna 2025 lögð áhersla á lögbundna grunnþjónustu sveitarfélagsins en henni fylgir einnig áætlun framkvæmdir næsta árs. Heildarupphæð framkvæmda á árinu 2025 áætluð 262,1 milljónir króna. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár gerði ráð fyrir 342 milljónum króna í framkvæmdir en samkvæmt útgönguspá 2024 áætlað að fjárfesting ársins 2024 endi í 278 milljónum. Munur á milli fjárhagsáætlunar 2024 og útgönguspár nokkur en þar meðal mest að hægt var við framkvæmd á nýju hjúkrunarheimili á Húsavík. Helstu áherslur í framkvæmdum fyrir árið 2025 meðal annars þessar: framkvæmdir við leikskóla á Stórutjörnum og endurnýjun hluta þaks skólabyggingar, framkvæmdir við hitaveitu Reykjahlíðar ásamt framkvæmdum við kaldavatnsveitur sveitarfélagsins, framkvæmdir við gámaplan á Grímsstöðum, gerð gangstétta við Klapparhraun í Reykjahlíð og frágangur bílastæða við Klapparhraun 9B og C, nýjar leiðir í lífrænu sorpi, þarfagreining og frumhönnun á björgunarmiðstöð í Mývatnssveit, áframhaldandi framkvæmdir við göngu- og hjólastíg í Mývatnssveit og endurnýjun vaktbíls hjá slökkviliði. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur Þingeyjarsveitar nemi 3.076 milljónum króna í A- og B-hluta. Þar af rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 2.773 milljónir króna. Rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta áætluð 2.677 milljónir en þar af rekstrargjöld í A-hluta 2.572 milljónir. Áætlaður rekstrarniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði jákvæð 398 milljónir króna. Rekstrarafgangur A- og B-hluta áætlaður samtals 175,4 milljónir. Rekstrarhagnaður A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði áætlaður 202,1 miljón og rekstrarniðurstaða A-hluta sveitarsjóðs því áætluð 51 miljón króna.
Eignir Þingeyjarsveitar eru áætlað í árslok 2024 3.451.000.000. Þaraf eru eignir A-hluta 2.828.000.000. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 2.105.000.000. Þaraf hjá A-hluta 1.876.000.000. Eigið fé er áætlað 1.346.000.000 hjá A- og B-hluta og eigin fjárhlutfall 39%. Eigið fé A-hluta er áætlað 952.000.000 og eigið fjárhlutfall 34%. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltu fé frá rekstri A-hluta verði 165 milljónir króna, veltu fé frá rekstri samstæðunar A- og B-hluta verði samtals 194 milljónir króna. Skuldaviðmið Þingeyjarsveitar samkvæmt reglugerð 502/2012 verður 47,7% samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin 2026 til 2028 í A- og B-hluta eru þær að áætlaðar rekstrartekjur fyrir árið 2026 eru 3.008.000.000, fyrir árið 2027 3.126.000.000 og fyrir árið 2028 3.237.000.000. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta samtals er áætluð jákvæð fyrir árið 2026 131,5 milljónir, fyrir árið 2027 171 milljón og fyrir árið 2028 194 milljónir. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2026 verði 308 milljónir, fyrir árið 2027 verði það 343 milljónir og fyrir árið 2028 verði það 368 milljónir. Sveitarfélagið stendur vel fjárhagslega, skuldaviðmið er 47,7% eins og áður segir og er það því vel undir opinberum viðmiðunarmörkum sem eru 150%. Sveitarfélagið stendur vel hvað varðar önnur þau fjárhagslegu viðmið sem reglugerð 502/2012 gerir kröfu um. Á árinu hefur íbúum fjölgað umtalsvert í sveitarfélaginu. Þann 9. desember síðastliðin voru þeir 1538 en voru 1474 síðustu áramót sem er fjölgun rúmlega 4%. Og orðið er laust fjárhagsáætlun. Knútur, gerðu svo vel. Sveitarstjórnar oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er bara prýðilegt. Við ætlum bara að nota tækifæri að þakka bæði oddvita og starfsfólki í sveitarfélagsins sem hefur komið að því að stilla þessu upp með okkur fyrir bara ánægilegt starf. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það eru fleiri. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk, það er margt í gangi og nóg að gera. Það eru mörg góð verkefni í gangi og þörf og svo líka önnur minna góð verkefni sem að ég er ekki endilega mjög hrifinn af. Og þar af leiðandi mun ég ekki greiða atkvæði með þessari fjárhagsáætlun, heldur mun ég sitja hjá. Af því sögðu þá vil ég bara þakka fyrir starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þessa vinnu og sveitarstjórn. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti. Nú er ég hissa. Þessi fjárhagsáætlun er afrakstur vinnufunda sveitarstjórnar.
þar sem ég held að við höfum rætt okkur til lausnar á öllum þeim ágreiningsmálum sem uppi kynna að vera við gerð þessar fjárhagsáætlunar, þannig að ég er mjög hissa fyrir að þú ætlar að sitja hjá við samþykkt þessar fjárhagsáætlunar. Vinnufundirnir eru til þess að við getum komið okkur saman það sem við viljum gera og enginn fær kannski allar sínar óskir uppfylltar. Það er bara þannig. Samráðið við minnihlutann í þessu máli í gegnum vinnuhundina var nákvæmlega jafn mikið eins og við meirihluta. Það hafa allir sveitarstjórnarmenn setið við sama borð við gerð þessarar fjárhagsáætlunar. Þannig ég hveti nú eitt og til þess að endurskoða þessa afstöðina. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Eyþór, gjörðu svo vel. ODT, já, við áttum ágætið samráð á þessum vinnufundum sveitarstjórnar, en það er ekki alveg rétt að við höfum rætt okkur til lausnar í öllum málum. Sum mál voru einfaldlega þannig að við vorum ósammála og greiddum bara atkvæði og meirihlutinn fékk að ráða, sama hvernig sá meirihluti féll. Þannig að það er ekki alveg rétt að við höfum rætt okkur til lausnar í öllum málum, en hins vegar var alveg ágætis vinna á þessum vinnufundum og já, þá fengu ekki allir allt sem þeir vildu, en hins vegar þá fannst mér vera margt þarna inni sem að ég get ekki sætt mig við að bera ábyrgð á að hafa greitt því atkvæði. Eyþór hefur lokið máli sínu. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, hotviti ágætt að setjast fólk. Ég bara er ánægður og glaður að við séum komin þennan stað. Þetta er alltaf óbúðslega viðamikil vinna að vinna fjárhagsáætlun og þetta er í þetta hefur farið mikið púður. Ég lýsi nú eiginlega sömu undrun og Arnór og tek undir með honum. Og mér finnst kannski aðeins erfitt að tala hér í beinni útsendingu í einhverjum hálfkveðnum vísum. Ég man nú ekki eftir einhverjum stórum steytisteinum þegar við lögðumst í gegnum þessa vinnu saman. Hér hafa verið haldnir fjölmargir fundir og það er bara gott að menn segi þá það sem þeir meina. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Með leyfi varaoddvita. Ég er líka undrandi og eiginlega verið fyrir vonbrigðum vegna þess að ég fékk engar meldingar að einhver ásteytingssteinn hefði verið uppi í annars bara mjög góðu samráði og góðum vinnufundum sveitarstjórnar og starfsmanna við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Þannig að, jú, ég hefði óskað eftir því að svona þetta væri skýrara hvað það er sem að menn ekki geta sætt sig við. En orðið er laust. Og Arnór. Já, oddviti, við skulum ekki dvelja lengi við þetta. Það sem ég finnst merkilegast og skemmtilegast við þessa fjárhagsáætlun er að hún sýnir sterka stöðu sveitarfélagsins og heilbrigðismerki á rekstri þess og það er aðalatriðið. Framtíðin er björt, við höfum bolmagn til þess að hrinda hlutum í framkvæmd og það er aðalatrið, ekki svo nákvæmlega hvort að við fáum allar okkar óskir uppfylltar. Þá er einfalt að gera fjárhagsáætlun. Þannig að mér langar nú til þess að nota tækifærið og þakka starfsfólki fyrir frábæra vinnu við gerð þessara fjárhagsáætlunar og raunar sveitarstjórnar fólki öllu. Umræðurnar á vinnufundunum voru gagnlegar og góðar og hreinskiptnar og mér finnst alveg óþarfi að skemmta skrattanum með því að breyta því eitthvað hér. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Hefur einhver vill taka frekar til máls? Ragnhildur, gjörðu svo vel.
Takk oddviti. Ég ætla nú bara að lýsa yfir ánægju með þessa fjárhagsáætlun og mér langar sérstaklega að lýsa ánægju yfir að við erum að setja viðkvæma hópa og barnafjölskyldur í svolítið gera því hærra undir höfði þar sem við erum að ekki að hækka gjaldskrár eins mikið hjá viðkvæmum hópum eins og almennar og við erum að hækka frístundastyrki þannig að við erum að sýna það að hér er gott að vera fyrir fólk, fyrir fjölskyldufólk sem og annað fólk. Takk. Já, Ragnhildur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Og þá tel ég mælendaskrá vera tæmda. Oddviti með lesa hér upp bókun meirihluta sveitarstjórnar. Nú er senn að líða annað rekstrarár sameinaðs sveitarfélags. Þrátt fyrir ýmsar krefjandi ytri aðstæður, svo sem hátt vaxta- og verðbólgustig, hvílir rekstur sveitarfélagsins á traustum grunni. Fjölmargar áskoranir í rekstri fylgja því að veita þjónustu í svo víðfeðmu sveitarfélagi sem Þingeyjarsveit er. Mikið hefur áunnist í þróun stjórnsýslunnar eftir sameiningu og mun það verkefni halda áfram og skila bættum rekstri á komandi árum. Heildarstefnumörkun sveitarfélagsins er að ljúka og á dagskrá fundarins í dag er lögð fram tillaga að stefnu Þingeyjarsveitar 2024 til 2030. Heildarúttekt hefur verið gerð á veiturekstri sveitarfélagsins með það að markmiði að kortleggja viðhalds- og nýframkvæmdir næstu ára. Eignasafn sveitarfélagsins er í skoðun með tilliti til þess hvaða eignir þjóna ekki rekstrinum og gætu farið í sölumeðferð. Nýtt stjórnsýsluhús var formlega tekið í notkun nýlega og bætir það starfsaðstöðu bæði starfsmanna og kjörinna fulltrúa, auk þess sem þar er boðið upp aðstöðu fyrir óstaðbundin störf. Ný þjónustustefna sveitarfélagsins er tekin til seinni umræðu hér í dag. Það sama má segja nýja lögreglusamþykkt Þingeyjarsveitar en í báðum tilfellum er lögbundin verkefni að ræða. Úttekt á brunavörnum Þingeyjarsveitar var gerð á árinu og er hafin sú úrbótavinna sem þar var lögð til, meðal annað hvað varðar húsnæðisþörf slökkviliðsins í Reykjahlíð. Í fjárhagsáætlun árið 2025 er gert ráð fyrir fjármagni í þarfagreiningu og frumhönnun á björgunarmiðstöð í Reykjahlíð. Nýr samstarfssamningur er gerður í Mývatnsstofu hf. Þar sem áhersla er lögð á áframhaldandi öflugt kynningastarf sem miðar að því að kynna Þingeyjarsveit sem eftirsóknarvert sveitarfélag til búsetu og atvinnuuppbyggingar. Sérstök áhersla verður lögð á fjölnýtingu einstakra orkuauðlinda sveitarfélagsins. Nokkuð hefur áunnist í stafrænni vegferð sveitarfélagsins og ný heimasíða mun loksins líta dagsins ljós á næstu vikum. Þar er lögð áhersla að veita íbúum sem best aðgengi að upplýsingum þjónustu sveitarfélagsins. Áfram verður haldið í stafrænni vegferð á árinu 2025. Nú 2 nýjar íbúðir bættust við á árinu á vegum sveitarfélagsins, eru þær staðsettar á Laugum, aðrar 2 eru á lokastigi á Laugum en þær eru í eigu Bríetar. Áformað er að halda áfram byggingu nýrra íbúða og þegar er búið að auglýsa eftir byggingaraðilum á 2 íbúðum í Reykjahlíð. Jafnframt verða nokkrar af eldri íbúðum sveitarfélagsins auglýstar til sölu. Nú áhersla sveitarstjórnar er og verður að verja grunnþjónustu sveitarfélagsins og styrkja hana. Sérstök áhersla er eftir sem áður á góða þjónustu við börn og ungmenni, meðal annars með gjaldfrjálsum skólamáltíðum bæði fyrir grunn- og leikskólabörn. Frístundastyrkur var hækkaður verulega á síðasta ári og mun hækka á ný á næsta ári. Fjárhagsáætlun 2025 ásamt 3 ára áætlun 2026 til 2028 er samþykkt samhljóða og ber ég hér upp þessa bókun. Þeir sem geta samþykkt hann eru vinsamlega beðnir að gefa merki með réttu hönd. Og hún er samþykkt með 6 atkvæðum meirihlutans. Það er Haraldur, Halldór og Eyþór sitja hjá. Er einhver sem greiðir atkvæði gegn fjárhagsáætluninni? Svo er ekki. Þannig það eru 3 hjásettur. Það er, má bjóða
þeim sem sitja hjá að gera grein fyrir atkvæðum eða hjásetu sinni? Svo er ekki. Og þá höldum við áfram og förum yfir í annan dagskrárlið sem er gjaldskrár 2025. Eftir taldar gjaldskrár lagðar fram til síðari umræðu sveitarstjórnar, gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa 2025, gjaldskrá Brunavarna Þingeyjarsveitar 2025, gjaldskrá Flateyjahafna og Skjálfandaflóa 2025, gjaldskrá fráveitugjalda 2025, gjaldskrá vatnsveitugjalda 2025, gjaldskrá hitaveitu Reykdæla, Stórutjörnum, Kalt vatn og fráveita 2025, gjaldskrá hitaveitu Reykjahlíðar 2025, gjaldskrá hunda, katta og fiðurfjárhalds í Þingeyjarsveit 2025, gjaldskrá hreinsun, tæming og eftirlit með rotþróm 2025 og gjaldskrá sorphirðugjalda 2025 og orðið er laust varðandi þessar gjaldskrár sem eru hér í síðari umræðu og fyrri umræða fór fram 28. nóvember. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég þessar gjaldskrár upp til samþykktar og í fyrsta lagi gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa og þeir sem geta, þetta er rétt hjá mér, afsakið, þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefið merki með því að rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Brunavarna Þingeyjarsveitar 2025, hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Flateyjarhafna og Skjálfandaflóa 2025, hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá fráveitugjalda 2025, hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá vatnsveitugjalda 2025, samþykkt samhljóða. Gjaldskrá hitaveitu Reykdæla, Stórutjörnum, Kalt vatn og fráveita 2025, samþykkt samhljóða. Gjaldskrá hitaveitu Reykjahlíðar 2025, hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá hunda, katta og fiðurfjárhalds í Þingeyjarsveit 2025, samþykkt samhljóða. Gjaldskrá hreinsun, tæming og eftirlit með rotþróm 2025, hún er samþykkt samhljóða. Og gjaldskrá sorphirðugjalda 2025, hún er samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur í næsta lið, það er þriðji dagskrárliður, það er aðalskipulag Þingeyjarsveitar, vinnugögn fyrir, til stóð að leggja drög að auglýsingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar fyrir árin 2024 til 43 fyrir þennan fund sveitarstjórnar í dag með leyfi varaoddvita. Þá hefur sveitarstjórn átt þó nokkra vinnufundi og farið yfir tillöguna eins og hún er komin frá skipulagsnefnd og ráðgjafa. Og þetta er gríðarlega mikið og stórt verkefni. Okkur líður þannig að okkur langar til að flýta okkur hægt og fresta afgreiðslu málsins fram yfir áramót. Orðið er laust. Knútur, gerðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Það er sjálfsagt að taka tillit til þess og leyfa sveitarstjórnar fólki að eiga góða stund jólin við lestur góðra bókar. En þetta er alveg rétt og það kom fram við þetta er búið að marg fara yfir í smál en svona þegar þetta er orðið heildstætt þá þetta tekur tíma fyrir sveitarstjórna að renna yfir þetta af því þetta er nú skrifað í þeirra orðastað. En þetta er eins og gerðum sig, það er ágætt að flýta sér hæfilega. Knútur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Árni Pétur, gjör svo vel.
Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er alveg rétt hjá Knút, þetta er mikil skemmtilesning. Þetta er gríðarlega umfangsmikið og þarna er náttúrulega verið að marka stefnu til margra ára fram í tíman og þetta er umfangsmikið. Ég vil þakka nefndinni og ráðgjafanum fyrir alla þá vinnu sem þarna hefur farið fram. Þetta er gríðarlega góð vinna en það er alveg aðeins umendis að ná utan með þetta allt og lesa og skilja og vera sáttur við niðurstöðun úr þessu, þannig að ég tel að þetta sé mjög gott að gefa okkur bara aðeins lengri tíma til yfirverðar. Ég bara opna konfekt jólin með jólabókinni. Takk. Árni Pétur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Arnór gerði svo vel. Já, oddviti, ég tek undir með Árna Pétri að þetta er mikil vinna og ber að þakka nefndin og ráðgjafa fyrir þá vinnu sem þau hafa lagt í þessa tillögu. Það er ekki þannig að sveitarstjórn sé ósátt við það sem að fyrir liggur, alls ekki. Það er kannski blæbrigðamunur sem að við þurfum að skoða yfir jólin, aðeins að skerpa á svona stefnumörkunni í áætluninni og bara kynna okkur þetta betur við. Þetta er ansi viða mikið, þannig að við megum aldrei gleyma því að aðalskipulag er hinn stóra stefnumörkun sveitarfélaga og þess vegna er bara sjálfsagt að flýta sér hægt eins og Gerður segir. En ég vildi bara koma hér og koma framfæri þakklæti til nefndarinnar og ráðgjafans. Það er ekki neitt vantraust á þeirra störfum fólki í því þó við viljum flýta okkur hægt. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þá örstuð með leyfi vara oddvita. Ég vil nú bara taka einmitt undir þetta sem Arnór sagði. Það er sko síður en svo eitthvað vantraust sem felst í þessari frestun, heldur bara þetta er eiginlega yfirþyrmandi mikið efni og ég vil bara ítrekka það sem að hefur komið hér fram, bara miklar þakkir til nefndarinnar, ráðgjafans og síðast en ekki síst til okkar góða skipulagsfulltrúa. Og hef þó lokið máli mínu. Þeir sem að geta samþykkt það að fresta afgreiðslu aðalskipulagsins til næsta reglulega fundar sveitarstjórnar vinsamlegast gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Fjórði liður á dagskrá í dag. Það hér eru drög að samningi barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra, lögð fyrir sveitarstjórn til seinni umræðu. Og orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá er samningurinn borinn upp til atkvæða og þeir sem geta samþykkt að framleiða samning og að sveitarstjóra verði falið að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 5. dagskráliður í dag, það er þjónustustefna 2024, lögð fram til seinni umræðu, drög að þjónustustefnu fyrir Þingeyjarsveit og með leyfi vara á þetta. Þá sem sagt fór fyrri umræða fram á fundi sveitarstjórnar í nóvember, 28. nóvember. Eftir það var þjónustustefna sett í umsagnarferli á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem að íbúum var gefinn kostur á að koma með athugasemdir eða viðbætur. Það bárust 2 umsagnir eftir því sem að mér skilst, önnur þeirra átti nú vísu ekki við stefnuna en tekið hefur verið tillit til hinnar. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta samþykkt framlagða stefnu þjónustu í sveitarfélaginu og falið sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að birta hana á heimasíðu sveitarfélagsins vinsamlegast gefið merki.
Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það lögreglu samþykkt fyrir þing eða sveit. Lögð fram drög til seinni umræðu að lögreglu samþykkt fyrir þing eða sveit. Og orðið er laust. Eða einhver vill taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Og þá er lögreglu samþyktin hér borin undir atkvæði og þeir sem geta samþykkt framlagða lögreglu samþykkt og falið sviðsstjóra að auglýsa hana í B-deild stjórnartíðinda og birta á heimasíðu sveitarfélagsins, vinsalegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 7. dagskrárliður samþykkt stjórn og fundarsköp þinga eða sveitar. Það er lögð fram til seinni umræðu breyting á samþykkt stjórn og fundarsköp þinga eða sveitar. Helstu breytingar eru vegna breytinga á barnaverndarþjónustu sem hefur færst frá Norðurþingi yfir til Akureyrarbæjar. Einnig er lögð til breyting á fullnaðar afgreiðslu varðandi leyfisveitingar vegna tækifærisleyfa. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun, vinsalegast gefið merki, en hún hljóðar svona: sveitarstjórn samþykki breytingar á samþykkt stjórn og fundarsköp þinga eða sveitar og felur sveitarstjóra að senda til ráðuneytisins til staðfestingar. Það er samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður. Það er heimild til lántöku hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga. Í fjárhagsáætlun þinga eða sveitar fyrir árið 2024 var gert ráð fyrir töku langtímalána allt að upphæð 300 milljónir króna. Í ljósi þess að ekki er þörf fyrir langtímalántöku á árinu er lagt til að sveitarstjóra verði veitt heimild til að sækja allt að 100 milljón króna yfirdrátt á heimild ef þörf verður á hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga sem yrði greidd upp á fyrir helmingi árs 2025 og orðið er laust. Og það er engin sem að kýsa taka til máls. Með leyfi varaoddvita örlítið að fylgja þessu úr hlaði að þetta er svona til þess að hafa vaðið fyrir neðan sig, þessi heimild. Það er alls ekkert víst að við þurfum á henni að halda og munum náttúrulega ekki sækja okkur yfirdrátt á heimild nema þörf krefji. Þannig að þetta er svona meira eins og ég segi til að hafa vaðið fyrir neðan sig. Já, og það er akkurat, þetta svona fer svolítið eftir því hvernig tekst að innheimta útistandandi kröfur, en það nemur fjárhæðum sem er vel yfir þessar 100 milljónir, þannig að svona það er síður rekna með því, en samt sem áður gott að hafa svona öryggisventil. Já, orðið er laust en einhver vill taka til máls og svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar og þeir sem geta samþykkt að veita sveitarstjóra heimild til lántöku allt að 100 milljónir króna hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga vinsalega skefið það merki. Og það er samþykkt samhljóða. Níundi dagskrárliður, það er beiðni lausn frá störfum. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Erlingi Ingvarssyni lausn frá störfum í atvinnumálanefnd, atvinnu- og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar. Og orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun vinsalegast gefið merki það. Sveitarstjórn samþykkir að veita Erlingi Ingvarssyni lausn frá störfum í atvinnu- og nýsköpunarnefnd og þakkar honum fyrir vel unnin störf. Og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 10. Það er erindi frá Úr héraði EHF
óskum afsláttakjör. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá forsvarsmönnum úr Héraði EHF þar sem óskað eftir afsláttakjörum vegna húsaleigu á Breiðumýri en félagið hyggst bjóða upp á veitingasölu til skemmtiferðaskipa sumarið 2025. Orðið laust. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Þetta nú kannski framhald af erindi sem við fjalla fyrir stuttu. Þetta bara áhugaverð þróun sem að verða og þarna kannski einhvers próti í ferðaþjónustu sem á til að teygja sig hér við sveitir. En ég hefði haldið að þetta réttast að fela sveitarstjóra að sjá þessa samninga leitan alla saman. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki. Og nú það komið fram tillaga að fela sveitarstjóra að funda með bréfritara og ganga til þessara viðræðina. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samljóða. 11. dagskrárliður heilsueflingarstyrkir fyrir starfsfólk Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að reglum heilsueflingarstyrki fyrir starfsfólk sveitafélagsins. Og orðið laust, en einhver vil taka til máls. Ragnhildur, gjör svo vel. Takk, oddviti. Ég ætla bara að lýsa yfir ánægju með þetta því að þetta er mjög jákvætt þegar maður geta styrkt starfsfólki sitt með heilsueflingarstyrk þar sem við erum líka heilsueflandi samfélag. Takk. Ragnhildur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá við. Eftirfarandi bókun þessi geta samþykkt hana vinsamlega skefið merki. Í fjárhagsáætlun ársins 2025 lagði sveitarstjórn til að veita starfsfólki sveitafélagsins heilsueflingarstyrk og samþykkir hér framlögð drög að reglum styrkina. Og það samþykkt samhljóða. 12. dagskrárliður. Skipun í ungmennaráð. Skipun fulltrúa í ungmennaráð Þingeyjarsveitar. Í samræmi við aðra grein erindisbréfs ungmennaráðs Þingeyjarsveitar óskaði sveitarstjórn eftir tilnefningum frá skólunum í sveitafélaginu. Einnig var óskað eftir tilnefningu frá íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd og allir aðilar hafa nú skilað inn tilnefningum. Eftirtaldir aðilar eru tilnefndir frá Reykjahlíðaskóla, Amalía Ásdís Kósacek, varamaður Sigrún Arnarsdóttir, frá Stórutjarnaskóla, aðalmaður Kristján Brynjólfsson og varamaður Hörður Smári Garðarsson, frá Þingeyjaskóla, aðalmaður Lilja Rós Sæþórsdóttir og varamaður Ívar Örn Ketilsson, frá framhaldsskólanum á Laugum, aðalmaður Júlía Brá Stefansdóttir og varamaður Arndís Björk Tryggvadóttir, frá íþrótta-, tómstundar- og menningarnefnd, aðalmaður Daniel Róbert Magnússon og varamaður Sigtryggur Karl Jónsson. Og orðið laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti og geta sveitarstjórnar fólk. Þetta jákvætt og skemmtilegt og hver veit nema þarna leynist þá einhverjir áhugasprotar þann sem að gera það verkum að áhugi á að bjóða sér fram til sveitarstjórnarstarfa meðal annars getur aukist. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ragnhildur?
Já, takk. Mér langaði mitt bara, ég er rosalega jákvæð í dag og ég ætla bara að lýsa þér bara gleði yfir að þetta sé komið í gang af því að við sáum það í gamla Skútustaðahreppi, þá var starfandi ungmennaráð og það var virk og góð þátttaka hjá þeim. Þau stóðu sér afskaplega vel og komu mörgu til leiða og ég hlakka til að sjá hvað þetta ungmennaráð, hverju það fyrir að beita sig fyrir. Takk. Já, Ragnhildur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þá með leyfi var á oddvita að ég vil bara taka undir, mér finnst þetta virkilega jákvætt og það er ekki nóg einmitt að tala að við viljum hlusta á unga fólkið, þarna er verið að veita þeim svona farveg til þess að koma sínum svona skoðunum og þeirra áhugaefnum á framfæri. Þannig að þetta er virkilega ánægilegt. Þeir sem geta staðfest þessa skipun í ungmennaráð og falið sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs, ég biðst afsökunar. Við erum að gera hér örlitla breytingu sem er komin, ég biðst afsökunar. Sveitarstjórn staðfestir skipun í ungmennaráð og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að senda fulltrúum skipunarbréf. Þeir sem geta samþykkt staðfest þessa bókun, gefið merki, og hún er samþykkt samhljóða. 13. dagskrárliður, það er stefnumótunarvinna. Lögð fram drög að heildarstefnu sveitarfélagsins 2024 til 2030 og þeir sem að vilja, ef einhver vil taka til máls, þá er orðið laust. Enginn sem að kveður sér hljóðs. Þá er Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, þetta er sveitarstjóri ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta er nú bara eitt af þessum plöggum sem er svolítið gaman að leggja fram, en þess að þetta sprettur svolítið upp úr virku íbúalýðræði, þar sem að voru samstarfsfundir og íbúafundir, þar sem að menn voru að leggja línurnar og ákveða svona í hvaða stefnu við viljum fara, hverjir eru styrkleikar okkar og veikleikar, og þetta er bara heilstætt og flott plagg og bara gaman að vera komin með það. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs og þá er lögð fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlög drög að stefnu Þingeyjarsveitar 2024 til 2030 og felur sveitarstjóra að boða til rafræns kynningafundar fyrir íbúa í samráði við ráðgjafa í verkefninu. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 14. dagskrárliður og það er erindi frá Björgunarsveitinni Stefáni. Beiðni umsögn vegna flugeldasýningar og áramótabrennu. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Björgunarsveitinni Stefáni umsögn vegna umsóknar til lögreglu leyfi vegna flugeldasýningar og áramótabrennu við Jarðbaðshóla í Mývatnssveit þann 31.12. næstkomandi og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt það að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við beðna umsögn við sælegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Fimmtándi liður á dagskránni í dag. Það er fundargerð byggðarráðs. 32. fundur frá 5. desember síðast liðnum og varaformaður fer hér yfir fundargerðina. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 32. fundar byggðarráðs frá 5. desember.
Fundagerðin er í 12 liðum og það eru liðir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 og 12 sem þarfnast afgreiðslu sveitastjórnar. Og ég rekna með að við tökum af atkvæðagreiðslu þessast fyrir þá liði bara jafnóðum sem að krefjast afgreiðslu sveitastjórnar. Já. Fyrsti liður á dagskrá var reglur sölu fasteigna Þingeyjarsveitar sem hafa verið lagðar hér fram og einhver sem vill taka til máls undir þeim lið reglur sölu fasteigna Þingeyjarsveitar. Svo er ekki. Byggðarráð samþykkti framlögð drög og vísaði þeim til sveitarstjórnar og þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs eða samþykkt framlögð drög að reglum sölu eigna og falið sviðsstjóra að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Annar liður á dagskrá byggðarráðs var kjarni, mat á eignarhlut sveitarfélagsins. Það var lagt fram verðmat á eignarhluta Þingeyjarsveitar í kjarna og þau gögn hafa verið hér aðgengileg fyrir sveitarstjórnarfulltrúa. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Byggðarráð lagði til við sveitarstjórn að sveitarstjóra verði falið að vinna að sölu eignarhluta Þingeyjarsveitar í kjarna. Sparisjóðssjóður Þingeyinga á 3/4 hluta í kjarna og hefur lýst áhuga á að kaupa eignarhlut sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun byggðarráðs vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst 4. dagskráliður á fundi byggðarráðs og það var samstarf við leigufélagið Bríeti. Á 9. fundi byggðarráðs var sveitarstjóra falið að óska eftir viðræðum mögulegt samstarf við Bríeti uppbyggingu íbúða í sveitarfélaginu. Á 21. fundi byggðarráðs var sveitarstjóra falið að leggja fram lista yfir valdar íbúðir til skoðunar hjá Bríeti ehf. sem sveitarfélagi gæti lagt inn í mögulegt samstarf við Bríeti. Orðið er laust. Ef einhver vill taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er bara partur af einhverju skoðun sem við þurfum að taka. Við þurfum að meta hvað við þurfum að eiga og hvað við þurfum ekki að eiga. En auðvitað þurfum við að skoða líka meta þetta svolítið vel, þarf að segja, og fara svolítið vel yfir þessa þarfagreiningu sem þarf að liggja til grundvallar. En þetta er bara ágætis möguleiki, en við þurfum að kannski aðeins að rýna okkar eigin þarf líka. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo er ekki. Byggðarráð, afgreiðsla byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að fresta ákvörðun að leggja íbúðir inn í Bríeti ehf. að sinni. Og þeir sem geta staðfest þessa bókun byggðarráðs eins og við að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og ég ætla nú að byrja á því að biðjast afsökunar á að ég hef hlaupið hér yfir einn lið en það var, sem er ekki sýnilegur hér á mínum skjá. Augnablik.
Já, afsakið, það var stutt hlé. En við höldum áfram það sem frá var horfið og ég var sem sagt byrjuð á því að biðjast afsökunar fyrir það að hafa hlaupið yfir einn dagskrárlið sem ekki sjást á mínum skjá. En hann hér komin upp og þessi liður heitir verðmat á húseignum. Við erum ekki farin að verðmat á húsgögn. Og það lagt fram til kynningar verðmat á 4 eignum í eigu sveitafélagsins. Afgreiðsla byggðarráðs fól sveitarstjóra að vinna málið áfram og beinir því til sveitarstjórnar að hefja sölu eigna úr eignasafni sveitafélagsins. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Já. Það enginn sem kveður sig hljóðs, þannig að þeir sem að geta samþykkt eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að hefja sölu eigna samkvæmt framlögðum lista, fylgigögn málsins verða meðhöndluð sem trúnaða mál. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsalegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá byggðarráðs og það sem sagt Laugar deiliskipulag. Það var lögð fram 2 tilboð í deiliskipulag á Laugum frá Eflu EHF að upphæð 7.502.000 með vaski og Landslag EHF að upphæð 7.365 með vaski. Byggðarráð lagði til við sveitarstjórn að gengið verði til samninga við lægstbjóðanda Landslag EHF með fyrirvara samþykkt fjárhagsáætlunar við aðra umræðu en þar gert ráð fyrir fjármagni í verkefnið. Jafnframt beðið eftir afgreiðslu ríkisvaldsins á beiðni sveitafélagsins kaup á landi á Laugum. Og orðið laust. Og það enginn sem kveður sig hljóðs, þannig að þeir sem að geta staðfest þessa bókun byggðarráðs og samþykkt að ganga til samninga við Landslag EHF vinsalegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá byggðarráðs, það var Laugaskóli 1925 til 2025. Erindi frá afmælisnefnd. Það var lögð fram styrkbeiðni frá afmælisnefnd Laugaskóla en skólinn fagnar 100 ára afmæli á árinu 2025 og hefur afmælisnefnd verið skipuð til að halda utan hátíðahöldin. Áætlað að afmælishátíð verði fyrsta vetradag en skólinn var settur á þeim degi árið 2025. Nokkur verkefni eru fyrirhuguð í tilefni afmælisins og eitt af þeim bronsstyttu gerð af pari sitjandi á bekk í fullri líkamsstærð og áætlaður kostnaður við styttuna 15,5 milljónir króna. Styrkbeiðninni í raun beint til héraðsnefndarinnar vegna mikilla tengsla nefndarinnar og skólans. Nefndin rak hann í áratugi en í ljósi slita á héraðsnefnd erindinu beint til sveitafélaga á svæðinu. Og byggðarráð afgreiddi erindið sem svo að það tók jákvætt í erindið en leggur til að fjármunir verði nýttir úr eigum héraðsnefndar og leggur til við slitastjórn héraðsnefndar að styrkja verkefnið sem gæti samsvara 3 ára arðgreiðslum Skjálfandafljóts vegna Þingeyjar. Og orðið laust. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki. Já. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Mér sýnist þetta nú bara að vera góð tillaga. Þetta kannski eina spurningin að hafa einhverja varaleið þar sem að styrkbeiðninni beint til okkar og við náttúrulega höfum þetta ekki einu á vald okkar hvað slitastjórnin gerir. Og mér finnst sjálfsagt að sveitafélagið sýni myndarskap við
þessi merku tímamót framhaldsskólans á Laugum vegna þess að það er hann mjög ríkur partur á sögu okkar, hann er einn af stærri vinnustöðum í sveitafélaginu og við þurfum að sýna þeim vegsemd og virðingu á þessum tímamótum. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Engir fleiri sem að kveða sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs vinsamlega gefið merki. Samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá byggðarráðs, það var lagt fram bréf frá Ingvari Vaxinni dagsett 13. nóvember fyrir hönd félags eldri borgara í Þingeyjarsveit þar sem óskað er eftir ferðastyrk fyrir árið 2025 og þeir sem að geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs sem var að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar gerðar hvar það hefur nú verið afgreitt, vinsamlega gefið merki. Samþykkt samhljóða. 8. liður hjá byggðarráði lagt fram bréf frá Elínu Karlsdóttur fyrir hönd okkar heimsa sem óskaðar eftir styrk til að halda fjölskyldusmiðjur á Akureyri. Niðurstaða byggðarráðs var svo að byggðarráð getur ekki orðið við erindinu á þessu sinni. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þeir sem að geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og 9. liður á dagskrá byggðarráðs, það var lagt fram bréf frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra þar sem óskað er eftir framlagi sveitafélaga í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra fyrir rekstri þolendamiðstöðvarinnar Bjarkarhlíð fyrir árið 2025. Niðurstaða byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð tekur jákvætt í erindið og vísar því til fjárhagsáætlunargerðar sem að þegar hefur verið gert og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs vinsamlegast gefið merki það að samþykkt samhljóða. Og 10. liður á dagskrá fundar byggðarráðs. Það var rekstrarsamningur við HS Þ fyrir árið 2025 til 2026. Á 28. fundi byggðarráðs var sveitarstjóra og oddvita falið að funda með HS Þ vegna beiðni nýja rekstrarsamning og leggja fram tillögu að nýjum samningi fyrir byggðarráð. Afgreiðsla byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð samþykkir fyrirliggjandi drög að samningi og vísar honum til staðfestingar sveitarstjórnar. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun, sveitarstjórn staðfestir framlegð drög að samningi við HS Þ og felur sveitarstjóra að undirrita samningi fyrir hönd sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 15. dagskráliður á fundi byggðarráðs. Það var fjárhagsáætlun 2024. Þar sem fyrir byggðarráði lá útkomu spá fjárhagsáætlunar 2024. Afgreiðsla byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 verði gert ráð fyrir sölu eigna alltaf 200 milljónum króna. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs og gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Og 12. og síðasti liður á dagskrá byggðarráðs. Þar var vatnsveita Bollastöðum. Þar voru lögð fram drög að samningi kaup á vatnsveitu á Bollastöðum. Afgreiðsla byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gengið verði frá samningi við veiðifélag Reykjadalsár og Eyvindalækjar og orðið er laust ef einhver vil taka til máls.
Svo er ekki. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðaráðs og falið sveitarstjóra að undirrita samning við veiðifélag Reykjadalsár og Eyvindalækjar vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá förum við í 16. lið sem er fundargerð fræðslu og velferðarnefndar, 22. fundur og ég ætla að biðja hana Ragnhildi að fara yfir fundargerðina. Já, takk. Þetta var sem sé 22. fundur sem fór fram 5. desember síðastliðinn. Fyrsti liður á dagskrá var kosning á varaformanni og Gunnhildur Hinriksdóttir hreppti það hnoss. Sigurbjörn Árni hann satt hjá vegna vanhæfni. Eðlilega. Vanhæfi? Hvað sagði ég, vanhæfni? Já. Liður 2, þar voru lögð fram drög að viðbragðsáætlun skóla og leikskóla vegna óveðurs sem skólastjórar munu hafa til hliðsjónar þegar þeir að taka ákvarðanir röskun á skólastarfi og skólaakstri. Þetta var alveg ljómandi fín drög og við í nefndinni samþykktum þau fyrir okkar leyti og liður 3 og 4 ég ætlaði að fá að taka það saman. Þetta er sem sagt Alþingi leitaði umsagna vegna laga annars vegar málefni aldraðra og hins vegar búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum hins vegar. Nefndin hafi sem sagt áður haft samskipti í tölvupósti vegna beggja mála og taldi ekki ástæðu til að senda inn umsagnir við þau. Liður 5 og jafnframt síðasti liður á fundinum var var yfirferð á skólastarfi í Reykjavíkurskóla og fundinum lauk með því að fara í röld eða sýnisferð grunn- og leikskóla með skólastjóra. Fleira var ekki rætt. Takk. Já, takk fyrir þetta Ragnhildur. Og það er dagskrárliður númer 2 sem að þarfnaðist afgreiðslu sveitarstjórnar og það eru sem sagt viðbragðsáætlun skóla og leikskóla vegna óveðurs og orðið er laust. Einhver vil taka til máls undir þessum lið? Og svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun vinsamlegast gefið það merki að sveitarstjórn samþykki drög að viðbragðsáætlun skóla og leikskóla vegna óveðurs og felur sviðsstjóra og fjölskyldusviðs að birta áætlunina á heimasíðu sveitafélagsins. Það er samþykkt samhljóða. Nú næsti liður á dagskrá það er fundargerð. Atvinnu- og nýsköpunarnefndar, 16. fundur og ég ætla að biðja hana Ragnheiði Jóni sveitastjóra að rúlla í gegnum það fundargerð með okkur. Takk fyrir oddviti og sveitastjórnarmenn. Það voru 3 mál á fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Það var fyrsta málið var áfangastaðaáætlun 2024. Það kom Arnheiður Jóhannsdóttir frá Markaðsstofu Norðurlands og kynnti nýs starfsmanns við áætlunina og eins og þið vitið þá erum við að senda inn tillögur inn á þessa áætlun og því mikilvægt fyrir okkur að vita hvernig þetta allt saman virkar og þetta var upplýsandi kynning sem að nefndin þakkaði fyrir. Einnig kom til fundar Úlla Árdal framkvæmdastjóri Mývatnsstofu og hún kynnti árangur af samstarfi Þingeyjarsveitar og Mývatnsstofu sem og drög af nýjum samningi og fyrirhugað markastarf fyrir árið 2025 sem var samþykkt fjármagn hér í tengslu við fjárhagsáætlunina. Þriðja málið á dagskrá og eina málið sem þarfnast afgreiðslu sveitastjórnar drög að samningi við refa og minkaveiðimenn ásamt auglýsingu eftir veiðimönnum. Þarna eru ekki miklar breytingar á frá því síðast en örlitlar þó og það var líka lagðar fram úthlutunarreglur fyrir styrki til kaupa á búnaði fyrir veiðimenn og þar höfum við verið með alltaf lið inn á fjárhagsáætlun til búnaðarkaupa
og núna verður þetta breytt form á þessu þannig að veiðimenn fá ákveðið tækifæri til að sækja styrki fyrir þeim búnaði sem þeir þurfa að nota við veiðarnar, svo sem eins og gildrur og slíkt. Og þetta var svona það helsta sem var gert á þessum fundi og nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja bæði drög að samningi og auglýsingu eftir veiðimönnum sem og reglur til kaupa og styrkja búnaði. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Ragnheiður Jóna. Og það er eins og kom fram, það er 3. liður sem að krefst afgreiðslu sveitarstjórnar. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þeim lið. Það er refa- og minkaveiði fyrirkomulag. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs. Og nefndin samþykkti sem sagt framlagða tillögur með áorðnum breytingum og leggur til í sveitarstjórn að samþykkja tillögurnar. Þeir sem að geta samþykkt eftirfarandi bókun vinsamlegast gefið það merki að sveitarstjórn samþykki framlögð drög að samningi við refa- og minkaveiðimenn sem og úthlutunarreglur fyrir styrki til kaupa á búnaði fyrir veiðimenn. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að auglýsa eftir refa- og minkaveiðimönnum í Þingeyjarsveit. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að fundargerð umhverfisnefndar, það er 16. liður, 18. liður fyrirgefiði og það er hann Árni Pétur sem er formaður umhverfisnefndar, hann ætlar að rúlla í gegnum þá fundargerð með okkur. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Nú við umhverfisnefndin erum búin að fara í mikla vinnu og halda íbúafundi. Fyrsti liður á dagskrá hjá okkur hins vegar var að fara í verklag umhverfisviðurkenningar fyrir árið 2024 og nefndin sem sagt fól sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að auglýsa eftir tilnefningum til umhverfisverðlauna og tillögufresturinn verði til 20. desember. Nú næsta mál á dagskrá að það er síðan valkostagreining á meðhöndlun lífúrgangs í Þingeyjarsveit og við fórum yfir íbúafundina sem að voru 4, 3 staðfundir og 1 á netinu, voru ágætlega sóttir og nefndin þakkar öllum þeim sem að lögðu leið sína og höfðu sem sagt gátu lagt okkur inn veganesti í þessa vegferð. Nú eftir að fara í gegnum þetta að þá er nefndin að leggja það til sveitarstjórn að sveitafélagið fari í þróunarverkefni varðandi lífrænan úrgang og verkefnið felur sem sagt í sér heimajarðgerð með sem sagt bæði heimajarðgerðavélum, moltutunnum, búkassi eða annað sem löglega leiðir til þess að farga úrgangi. Nú þetta er hins vegar auðvitað svolítið flókið verkefni, það er komið að því að við þurfum að bjóða út söfnun úrgangs og það þarf náttúrulega ákveðið veganesti inn í þá vinnu og það er auðvitað kostnaðarsamt að halda útboð en er fyrirsjáanlegt að það þarf að gerast á nýju ári. Þannig að þetta er nú svona stórt mál dálítið þetta, þannig að það er eðlilegt að þetta fái bara eins og fjárhagsáætlunargerðin 2 umræður. Þannig að við sem sagt ætlum að leggja fyrir næsta fund sveitarstjórnar og þá ætlum við að leggja til minnisblað sem að kannski tekur aðeins betur á kostnaði en það er enga síður svolítið mikilvægt að hugur sveitarstjórnarfólks til þessa verkefnis, það er að segja að við förum þessa vegferð, að hann liggi fyrir þannig að það er kannski það sem er verið að kalla eftir hér að svona þannig að nefndir geti haldið sinni vinnu áfram og verið þá lagt fyrir á næsta sveitarstjórnarfundi svona formleg tillaga en þetta er enga síður vilji nefndarinnar og tillaga til sveitarstjórnar. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu og takk fyrir þessa yfirferð. Það er sem sagt þessi liður númer 2 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar
valkostagreiningu og orðið er laust. Þeir sem að vilja taka til máls. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er stutt með leyfi vara oddvita að þá vil ég bara lýsa ánægju minni með þetta starf og þessar íbúafundis sem að haldnir voru og ég held að með þessu móti þetta er átak að fyrir þá sem að hafa ekki verið í samsagt þessu að flokka lífrænt sorp frá og svona sjáum það sjálfur, en þetta er skemmtilegt verkefni. Ég get allavega sagt fyrir mína parta að það er það. En það sem að kannski hangir þarna á spýtunni líka er það og skiptir svo miklu máli að ef að þetta heppnast nú hjá okkur og fólk er tilbúið til þess að fara í þessa vegferð og með því móti verði hægt að fækka jafnvel sorpferðum til okkar, að þá held ég að það ætti að vera okkur öllum virkilega hvatning að og mun þá lækka reikningana hjá okkur í sorphirðinu almennt. Þannig að ég vona svo virkilega til að bara fólk taki vel í þetta. Takk fyrir. En að því sagðu er orðið laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki og þá þeir sem eru samþykkir eftirfarandi bókun að sveitarstjórn þinga eða sveitar samþykkir tekur undir, er það ekki? Samþykkir tillögu nefndarinnar þróunarverkefni varðandi lífrænan úrgang og felur formanni umhverfisnefndar og sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að útfæra tillögu og kostnaðargreina fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Þeir sem að geta samþykkt þetta, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það íþrótta, tómstunda og menningarnefnd. Það er fundargerð frá 22. fundi. Ef að mætti biðja hana Úllu að rúlla í gegnum það fundargerð með okkur. Takk. Takk fyrir það. Já, þetta var 22. fundur, var núna þriðjudaginn síðasta og það voru 4 liðir á dagskrá. Fyrsti liður var styrkur til íþrótta og æskulýðsstarf, það var auka úthlutun. Annar liður var skipun í ungmennaráð. Í þriðja lið þá samþykktum við, eða voru drög að endurskoðum reglum frístundastyrki sem við nefndin samþykkti og 4. liður voru drög að endurskoðum reglum úthlutun menningarstyrkja. Takk. Við þakkum Úllu fyrir yfirferð fundargerðarinnar og það eru sem sagt, þarna eru það eru liður 1, 2, 3 og 4 sem að þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Þá eru það í fyrsta lagi styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs, auka úthlutun. Það var auglýst eftir umsóknum styrk og þetta var auka úthlutun og afgreiðsla nefndarinnar var eftirfarandi. 1 umsókn barst og samþykkt að styrkja ungmennafélagi Eflingu 376.500. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu nefndarinnar, eins og það gefið merki. Það er staðfest. Annar liður á dagskrá nefndarinnar, það var skipun fulltrúa í ungmennaráð. Og það hefur nú þegar verið afgreitt fyrr á dagskrá fundarins í dag. 3. liður voru reglur frístundastyrki og drög að endurskoðuðum reglum frístundastyrki lögð fyrir nefndina og niðurstaða nefndarinnar er sú að
nefndin samþykki drögin fyrir sitt leyti og vísa til sveitarstjórnar til staðfestingar. Og þeir sem geta samþykkt sem sagt niðurstöðu nefndarinnar sem felur í sér breyttar reglur sem að innihalda sem sagt það að frístundastyrkur verði hækkaður úr 30.000 krónum í 50.000 krónur árið 2025. Gefið merki en afsakið, ég ætlaði nú að bjóða ykkur að taka til máls ef einhver kýs að gera það. Það engin sem að kveða sér hljóðs, þannig að þá bara endurtek ég bókunina sem borin hér undir atkvæði. Það sem samþykkt sveitarstjórnar á hækkun frístundastyrks úr 30.000 í 50.000 fyrir árið 2025. Þessi geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt af 7. Það sem sagt, það hérna, en einhverju sem að greiða atkvæði á móti? Svo ekki, og þetta sem sagt samþykkt af 7 sveitarstjórnarfulltrúum, það Haraldur og Halldór sem sitja hjá. Nei, ég... Nú, afsakaðu, Haraldur. Það Halldór sem situr hjá, þannig að þetta samþykkt með 8 atkvæði. Og þá það, þá ég komin í gegnum þetta, nei, reglur úthlutun menningarstyrkja. Það voru lögð fyrir nefndina drög að endurskoðuðu reglum úthlutun menningarstyrkja og niðurstaða nefndarinnar var að samþykkja fyrirliggjandi drög fyrir sitt leyti og vísaði þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar og þeir sem geta, með leyfi varaoddvita, þá þegar að sem sagt, þessi drög koma til sveitarstjórnar kemur í ljós að það málið hefur eitthvað aðeins skolast til, þannig að tillaga oddvita svo að afgreiðslu málsins verði frestað og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Nú þá erum við komin í 20. dagskrárlið sem fundur skipulagsnefndar, það fundur númer 31 og ég ætla að biðja Knút formann að fara í gegnum fundagerðina með okkur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Hér kemur fólk glaðbeitt og fjallar alls konar skemmtilega mál eins og úthlutun styrkja fram og tilbaka og svo kemur ég og þreifum ágreiningsmál fólks og vald sveitarstjórnar yfir því sem fólk að gera. En við reynum nú okkar besta. Á 31. fundi skipulagsnefndar sem var einn ágætasti fundur og þá voru tekin fyrir meðal annars byggingarleyfi fyrir endurnýjun á húsi við Fosshól þar sem verið að gamalt hús verður fjarlægt og annar byggt á sama grunni ásamt því að það voru teknar fyrir 2 umsóknir byggingarleyfi sem viku báðar aðeins frá deiliskipulagsskilmálum sem þýðir að nefndin vísaði þeim í grenndarkynningu. Svo kemur að máli sem beiðni breytingu á aðalskipulagi vegna Voga 1 og sem deiliskipulagsbreyting á vegna Voga 1 þar sem verið að breyta frístundasvæði íbúðasvæði á viðkvæmu svæði. Þetta eru öll svæði einstök í sjálfu sér. Skipulagsnefnd frestaði þar afgreiðslu máls og telur að skipulagsnefnd við þurfum að fara aðeins betur yfir hluta skipulagsins og felur skipulagsfulltrúa formann og varaformann nefndarinnar að ræða við framkvæmdaraðili í samræmi við umræður. Það svona frestuðu málinu. En það sem ég vil kannski benda á í þessu samhengi að það ákveðin sérstaða sem að skýrist meðal annars þegar við förum að fara yfir aðalskipulagsmálið og það tengist svolítið því sem að nefndin ræddi varðandi þetta mál. Þetta svolítið svona fyrsta kannski má segja fyrsta afgreiðsla sem tegundar í aðalskipulagi liggja fyrir talsvert af
íbúðarreitum og við höfum fengið aðeins athugasemdir við það að fara þar gegn landsskipulagsstefnunni það að allir búið í þéttbýli, en við erum svolítið að bjóða upp á svona þétt dreifbýli í komandi aðskipulagi og þar þurfum við kannski aðeins líka að rýna betur og meðal annars tengist að þessu máli hvernig það snýr að þjónustu sveitarfélaga á slíkum svæðum, en auðvitað þurfum við að bjóða upp á þessi svæði og við þurfum að bjóða upp á svolítið víða. Það er mjög auðvelt að segja þið getur bara byggt þarna, en staðreyndin er sú að það fólk sem við erum að fá til okkar oftar en ekki fólk sem á rætur á svæðinu og þess vegna hefur maður fullan skilning á því að það geta boðið upp á fleiri minni svæði út sveitarfélagið. Það hefur meiri möguleika til að lokka til sín fólk. Þarna í þessu tilfelli þá er þetta akkurat þess konar mál. Þetta snýr að veitumálum og við áttum eftir að fá svolítið að gögnum varðandi það líka. Og þarna þarf að fara fram aðeins meiri umræða varðandi hvernig er hægt að koma til móts við það rask sem óhjákvæmilega verður, tengt öllum mannanna byggðum, en það sem að sveitarstjórnin er þó sammála að þetta hefur jákvæð áhrif á uppbyggingu sveitarfélaginu og býður þarna kost sem ekki til staðar og það er fullur vilji hjá sveitarstjórn og skipulagsnefnd að koma til móts við þær jarðir sem að vissulega þrengt að með verndarskilmálum. En engu að síður þá völdum við í þessu tilfelli að fresta málinu því þurfum að kafa aðeins dýpra í þetta, bæði út kring tengslum við þetta mál og líka það svolítið að leggja grunninn að sambærilegum afgreiðslum. Síðasta mál sem við tókum fyrir kemur til kasta sveitarstjórnar þar sem að tekinni fyrir beiðni frá skipulagsstofnunum ákvörðun á matsskyldu vegna fyrirhugaðra framkvæmda sem felst í að byggja nýja 84 metra langa og tvíbreiða brú í Skjálfandafljót og hringveg yfir Fosshól við hlið núverandi brúar, auk vega sem tengja nýja brú við núverandi vegkerfi. Nýr og endurbyggður vegur og brú verða samtals 1,5 km á lengd. Við förum okkar hlutverk í þessu er að fara yfir gögnin og athuga hvort það sé nægilega vel gert grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Og það var niðurstaða nefndarinnar á bókunni hljómar svo að skipulagsnefnd telur ekki sé nægilega gerð grein fyrir reiðleiðum og bendir á einnig að nú sé tækifæri að gera skoðun á vegtengingu Suður Bárðardal með tilliti til umferðaröryggis. Þetta kann einhverjum að þykja smávægilegar athugasemdir en það er vissulega þarf að leysa þarna reiðleið og fyrir liggja hugmyndir það í gildandi stýriskipulagi, þannig að einhverja samræmingu þarf að gera þar og verið að vinna að umferðaröryggisáætlun fyrir sveitarfélagið og það svona bendir nú kannski flest til þess að þessi gatnamót fái ekki eintóma plúsa, þannig að nefndin kaus að nota þetta tækifæri til að benda á þetta. Ég ætla að lesa þessa bókun aftur. Skipulagsnefnd telur ekki sé nægilega gerð grein fyrir reiðleiðum og bendir á að nú sé tækifæri til að gera skoðun á vegtengingu Suður Bárðardal með tilliti til umferðaröryggis. Að öðru leyti telur skipulagsnefnd að nægilega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Skipulagsnefnd telur að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati að teknu tilliti til viðmiða í öðrum viðauka umhverfismat framkvæmda og áætlana. Í gildi er deiliskipulag Goðafoss og umhverfis sem síðast var breytt 24. september 2024, gera þar breytingu á deiliskipulagi vegna vegtenginga. Framkvæmdin er framkvæmdaleyfisskyld, vakin er athygli á að auglýsing á tillögu nýs aðalskipulags hefur ekki farið fram en vinnslu til að þess efnis var kynnt í upphafi árs. Málinu vísa til sveitarstjórnar. Takk fyrir. Við þakkum Knúti fyrir þessa yfirferð og það er þessi síðasti dagskrárliður sem að krefst afgreiðslu sveitarstjórnar og varðar nýja brú á Skjálfandafljóti við Fosshól, umsagnarbeiðni kynning matsáætlunar og í framhaldi yfirferð Knúts þá er orðið laust eða einhver vill taka til máls. Arnór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég bara tekið undir
bókun nefndarna, mér finnst full ástæða til þess að í þessu tilefni sé farið í þessa vegtengingu og gera gangstóra því að breyta henni með umferðar öryggis sjónarmið í huga og líka nýtingu svæðisins í huga í heild sinni. Nú, ég get alveg tekið undir að þetta sé ekki háð umhverfismati, en spurningin er hvernig nálgumst við vegagerðina til þess að skoða þessar vegtengingar, af því að það þarf að gera. Bara við þurfum að velta því fyrir okkur, við segjum ekki bara gott og blessað, blítt frýtt, heldur við viljum skoða málin heildstætt út frá þessum áfanga núna. En reynum að tefja samt ekki þessa brú, nú hefur hún nú tafist. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Knútur gjörðu svo vel. Jú, akkurat, það var það sem fyrirgeðu oddviti Sveitarstjórnar Hólk. Það var akkurat það sem nefndin svona sá fyrir sér að þetta hefur kannski ekki með framkvæmdina sem slíka að gera, því hún er gerð og uppbygging brúar og þann hátt að rask er mjög óverulegt. En það sem að nefndin sá fyrir sér að þegar það væri lokið vinnu við umferðar öryggisáætlun, þá kæmi einmitt þessi fótur fyrir þessari orðræðu, þessu samtali. Takk. Og orðið er laust. Og það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls. Já, og eftirfarandi bókun í framhaldi af þessari yfirferð þá er lögð fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur formanni skipulagsnefndar og skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram með vegagerðinni. Og þá erum við að tala í ljósi þessara umræðna vegtenginguna suður Bárðardal að austanverðu. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlega skeiðamerki. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin hér í 21. dagskrárlið, lögð fram til kynningar, fundargerð 67. og 68. fundarstjórnar SSNE frá því í nóvember. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. 22. dagskrárliður hjá okkur í dag. Það er liggur fram til kynningar fundargerð nr. 304, 304. fundarstjórnar Norðurorku frá 29. nóvember og orðið er laust ef einhverju taka til máls. Það er enginn sem kveður sér hljós. 23. og þar með síðasti liðurinn á dagskrá dagsins. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundargerðirnar eru númer 954, 955, 956, 957 og 958. Einhver sem að vill taka til máls hér varðandi þessar 5 fundargerðir frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Svo er ekki. Þá er dagskráin tæmd í dag klukkan 14:45. Ég þakka fyrir góðan fund og slít honum hér með.